Góðan daginn, gott fólk, landsmenn allir. Ég heiti Arnar Eggert Thoroddsen og er listrænn stjórnandi Háskólatónleika Raðarinnar. Þetta er dramatískur dagur, mikilvægur, gleðidagur. Þetta eru lokatónleikar starfsársins. Við erum búin að vera að keyra alls 7 tónleika með þessum af allskyns toga og höfum stuðst við svona mottóið okkar er háskóli fyrir alla, tónlist fyrir alla. Þetta er búið að vera alveg ótrúlega gaman að keyra þetta verkefni og höfum verið með tónleika hérna í flestum byggingum háskólans. Núna ætlar strókakvartettinn Siggi að spila fyrir okkur og hlutverk okkar hérna í háskólanum er meðal annars að endurspegla menningarlífið af öllum toga hér í landinu og þetta er svona okkar framlag til þess að tala til samfélagsins og styðja við menningarlífið hérna. A short English abstract welcome to the University Concert Series. Siggi String Quartet is going to play for us now. And this is the final concert this year, or this seminar year. And I will see you again next autumn, of course. But enjoy the concert. Welcome, guys.
Velkomin á háskólatónleika. Við erum strókkvartettin Siggi og við byrjuðum á verki í gömlum stíl eftir pólska tónskáldið Krzysztof Penderecki. Svo spiluðum við elegíu eftir mig, ég heiti Una Sveinbjarnardóttir og elegíuna lék Þórunn Ósk Marinósdóttir, víóluleikarinn okkar, og á salló Sigurður Bjarki Gunnarsson, oft kallaður Siggi, og á fiðlu hérna hinum megin Helga Þóra Björgvinsdóttir. Við ætlum að spila verk eftir ungverskt tónskáld næst. Það eftir Petur Ötvås og heitir Encore eða aukalag. Það sem við spilaðum síðast áður en að byrja að kenna, það var Couperin. Akkurat, það var eftir François Couperin, Reikulir skuggar í útsetningu Atla Heimi Sveinssonar. En þá komið að Ötvås. Og þegar við erum búin að spila Ötvås, þá ætlum við að spila Klöru Schumann, eða ekki? Dustin. Þá ætlum við að spila verk eftir Dustin og Halloran, píanóleikara og kvikmyndatónskáld. Og á eftir Dustin spilum við verk Klöru Schumann. Þetta úr 4 píanóverkum. Spilum fyrsta verkið í útsetningu Þórunnar Óskar Marinósdóttur. Kannski aðeins að segja frá þessu Encore hérna. Það stendur, there is a taxi waiting for Chekhov, but he'd rather go on foot. Einmitt.
Hún Klara Sjúma. 2019. Akkurat. Af því tilefni gerði Þórunn þessa útsendingu. Það var gullfallega. Við erum að taka upp alla strengjakvartettina eftir Atla Heimi Sveinsson þessa dagana og við ætlum að leika 2 kafla úr 3. strengjakvartettinu sem er svo eini sem við erum eftir að taka upp. Og við ætlum að byrja á 5. kaflanum og spila síðan þann 3. sem er örstuttur. Ég ætla að raða þessu alveg. Það hefur komið fyrir að við gleymum að raða nótunum. Einu sinni tókum við aukalag og ég var bara með eina blaðsíðu og þurfti að improvisera hina blaðsíðuna. Þeim var ekki skemmt, kollegum mínum. Síðast þegar við spilum á Háskólatónleikum, þá var Atli Heimir Sveinsson með okkur. Já, einmitt. Svolítið gaman. Já, æðislegt. Góðar minningar úr kapellinni. Já.
Þá ætlum við að leika gullfallegt lag eftir vin okkar Jóhann Jóhannsson. Þetta er Englabörn. Og næsta lag er svo af öðrum toga. Þetta er The Curtain Tune, eða er þetta gardínuna? Já, þetta er svona leiktjöld þegar meðan þau eru að fara fyrir og frá og þá spilar hljómsveitin í Gryfjunni þetta svona þangað til að Nú erum við komin í Gryfjuna. Eftir Purcell.
Já, þá ætlum við að spila lag eftir eitt aðal tónskáld okkar Íslendinga. Þetta hann átti afmæli daginn og var 95 ára. Til hamingju Jón Nordal. Við elskum þetta lag mjög mikið og spilum það daginn í jarðarför og þurftum að fá að spila það aftur hérna. Já, Við verðum alltaf að fá að enda þetta með smá fjöri, ekki? Jú, við ætlum að enda þetta á frábæri útsetningu Hauks Tómassonar, tónskálds, á lagi Sigvalda Kaldalóns á Sprengisandi. Hann frændi minn, hann Haukur, hann sendi mér þetta í póstum daginn og sagði að þetta hefur aldrei verið spilað. Þannig að hér eru frumflutningar ræða. Nákvæmlega. Og bara takk kærlega fyrir okkur. Og takk Haukur, til hamingju Jón Nordal. Og já. Já, einmitt. Við erum alltaf endalaust þakklátt fyrir alla þessa fallegu tónlist.